Góðan daginn og velkomin á þennan stað, þar sem biblíulesturinn svo kallaði fer fram á. Og hér eru kertin okkar, sem við kveikjum á, hvergi banginn, og svo þessu, hvergi banginn. Gleymdu viljandi stefin okkar, bara svona til að hlífa þér finnst það svo leiðilegt. Við viljum ekki að neitt sé leiðilegt hjá okkur, þannig að við verðum að hlífa fólki stundum. Kannski fannst þér það bara bráðskemmtilegt. Hvað veit ég? En allavega þetta eitthvað sem að Drottinn vill að sé og meðan að Drottinn talar ekki annað, þá verður þetta svona. Og þetta hvatningin til þín líka að gera það sem Drottinn að bjóða þér. Og gleymdu öllu öðru, því að það eitthvað sem að þú ræður við og getur gert með mestum sóma. Þegar Drottinn umhugað verkin okkar. Og við vitum auðvitað af hverju honum umhugað þau vegna þess að hann kallaði okkur til þess að gera það. Og hann sér að þetta sé allt saman samkvæmt hans vilja. Og við erum því hlýðnir drengir og telpur og gerum bara það sem hann býður og stoppum þar. Það mín reynsla af öllu þessu Guðsverki að það farsælast. Það fer best á því að lifa bara Drottni að eiga þetta og ráða þessu og ræður þessu og þetta fer allt saman vel og gerir þá uppbyggingum sem öllum kristilegu verkefnum ætlað. Kristilegt verkefni að hvetja menn til, einkum þess sem að Drottinn býður, og við erum með Biblíuna hér okkur á vinstri og hægri hönd og það grunnurinn að öllu okkar trúarverki. Orð Guðs grunnurinn að því að við vöxum. Orð Guðs sér til þess að trúarvöxturinn okkar sé umfram allt auðvitað réttgerður og okkur við yngri hrösunhæð svo fremi sem við höldum okkur við þetta réttgerða verk sem við fáum úr hendi Guðs. Þannig að hann lætur ekkit okkur leggja neina höng upp á bakið og sér og við getum komið þetta til hans og krafist útskýringar á þessu einu. Þetta allt fullkomið. Eins og Kristus sagði á krossinum eða rétt áður en hann yfirgaf lífið á jörðinni. Það fullkomnað. Verkið hans var fullkomið. Sem merkir það engu við að bæta og okkur alveg fullkomlega óætt að fara bara eftir því sem að það segir og allt sem farsælt í okkar höndum og fyrir okkar hendur það vegna þess að við höfum gert þráttur allt vilja Guðs og séð frábæran árangur af því. Og þetta bara á ekki við einhvern einn. Þetta á við alla menn sem hann tekur að sér og sem að starfa í hans nafni. En því miður þá, allir eru kallaðir, margir eru kallaðir, fáir útvaldir, vegna þess að það var allt of margir sem að hlýði ekki kallinum. Og hafast því ekki að í Jesú nafni, en hjartað þráir að hafast að í Jesú nafni, en þú verður að vilja það. Bara eins og ég vildi fara þessa leið og ég sjálfsögðu uppskorið mikla blessuna því að gera þetta. Hefur það verið þrautalaust? Hvenær lífið alveg þrautalaust? Ég veit það ekki, ég held að það líf sé ekki til á þessari jörð sem alveg þrautalaust, en svona gegnum gangandi hefur þetta verið mjög skemmtilegt. Það verið ég að viðurkenna. Og það hefur verið göfugt og gott og maður trúi því að þetta árangur sig að og
Ég hef engar mælingar og mér er alveg saman allar mælingar. Þetta er bara eitthvað sem Drottinn hefur sannfært mig um. Og mér nægir alveg að vita sannfæringu Drottins. Hún á þá að vera mín sannfæring og er mín sannfæring þannig að það er engin bilbúr. Ég hef aldrei litið á þetta verk sem sama verk og ausa í botnlausa tunnu og þú veist og það er engin árangur og kemur ekki neitt í að botnin er ekki til staðar og þá leggur þetta allt saman niður. Til einskis skaks og vinna þín til einskis, en ég hef aldrei litið á þessa vinnu mína í Jesú nafni sem þetta. Árangur, ég sé hann ekki og ég er svo sem ekkert að leita að honum hafi ég eitthvað að vera að leita að árangri að þessu verki þá er það löngu búið. En ég bara trúi því og veit hver sendi mig og ég veit að það er árangur af því þegar þú hlýðir kalli Guðs og það er partur af þessu verkefni sem hér fer fram að við hlýðum kalli Guðs og leifum honum bara að vera Guð í okkar lífi og svo fræðust við upp úr orðinu og við sjáum að alveg svo menn og konur sem þú lestum í Biblíunni skiluðu miklum árangur og við efumst ekkert hann. Þetta er eiginlega skilaboð líka til mín og þínum að það er sami árangur að þínu verki í Jesú nafni, þú gerir það í trú alveg svo þeir og þetta er birtingamyndin og þú getur alveg heimfært þetta upp á þig sjálfan, hvað þetta varðar, hvað árangur varðar og það hef ég gert og er því ekki mikið að velta fyrir mér hvort lítill eða mikill árangur sé. Ég bara segi það er víst mikill árangur að þessu. Og þetta er köllun mín, þetta er það sem Drottinn ætlast til að minni hendi að ég geri og ég hef sinnt því og í raun og veru þarf ég ekkert að vita neitt meira. Drottinn bara sér þann árangur sem hann vill sjá að þessu og ef hann vill og ef hann er það þóknanlegt þá getur hann alveg opinbera mér það en ég get alveg sagt okkur það, ég er ekkert að biðja neitt það. En ég átti trú sem að segja mér að jú, víst er árangur. Og þetta er líka trú sem að Drottinn vill gefa þér sem að verður til þess að þú heldur bara áfram við það verk sem að Drottinn settið yfir. Hann setti mig yfir þetta og ég hef sinnt þessu samviskusamlega í öll þessi ár. Og ég byrjaði við þetta, það hefur verið fljótlega eftir árið 2000. 2002 kannski og þetta er búið að vera alveg í gangi síðan og í dag er 2025 og hér situr aldraður maður reyndar orðinn 71 árs gamall og gera ennþá sama verk í sama eldi og hann hefur alltaf gert. Drottinn gefur mann nefnilega kraftin sem þarf til þess að maður er ekkert að veklast neitt í þess, bara aldeilis ekki. Ég fengi mikið meðbyr, ég hef alveg fengið ágæta meðbyrði og mikið lítinn, ég bara bæli ekki í því, ég er bara í þessu og ég er konur Hafnarfirði og trú á Jesú og punktur og eftir, það er nú eina sem ég þarf að vita. Og ég hef köllun og hann sett af stað þetta verkefni sem við höfum kallað Biblíuþátturinn okkar og hann er við sama heikalshornið, hann er að hvetja þig og mig og okkur öll til þess að lesa sjálf Biblíuna. Það er langt síðan ég áttaði mig á því að ef ég ber ekki sjálfur ábyrgð á minni trú að þá getur engin annar borið hana. Söfnuðurinn sem slíkur, hann getur ekkert borið ábyrgð á minni trú en hann er til staðar fyrir mig vegna þess að Guð sett hann saman eins og hann er og við þekkjum hann. Og það vita allir sem að einu sinni taka trú að þeir þurfa að tilheyra söfnuði og ég er í einum góðu söfnuði og ég fæ hvatningu þar og vonandi hveti ég einhvern þar til dáða að verka á allt saman það og kannski er hvatningin mest, já það er þetta úthald sem við sjáum sem að safna meðlimi gera. Áratugum seinna eru þeir ennþá og ennþá í sama eldi og þeir voru alltaf og hafa alltaf verið og ég þekki allmarga slíka sem maður hittir ennþá dag í dag og maður sér þennan logandi eld í hjartanu og þeir eru búin að vera í þessu miklu lengur en ég. Og já, þeir eru eldri en ég, já. Allavega í trúnni. Aldur, ég veit ekki hvað þeir eru gamlir en ég held að sé nú eldri en ég.
En þeir eru alveg svoleiðis brennandi maður að maður bara dáist að þessu og það er svona hefur að vera. Ef að þeir geta þetta, þá get ég það líka og þú líka, þannig að þetta er ekkert bundið við einhvern einstaka mann, það bara fer eftir því hvernig hann hefur leyft trúnni að vinna með sig og fara með sig og verka í sér. Og það er víst að ræði í öllu og engin meira en ég þar. Þannig við sjáum að við erum aldeilis ekkert valdalust fólk, bara aldeilis ekki. Við ráðum öllu til að mynda það hvernig trúar lífið okkar er háttað og hverju það hefur áorkað. Og þegar þú gerir vilja Guðs, eins og ég er að gera hér, þá er ekkert annað en góður árangur af því og þetta er trú sem að Guð gaf mér alveg frá byrjun. Þannig ég þarf ekki einhverja mælistikku og einhverja merkingar um árangur, ég veit bara hann er til staðar. Og það eru þetta drifkrafturinn fyrir mig, það er þetta, en ekki einhverja mælingar og pælingar og eitthvað hvað sem menn segja, ég hef aldrei pælt neitt í því. Og reyndar sem betur verið ekki heyrt neitt. Ég veit ekkert, en ég ekkert nema bara í hjarta mínu að það er árangur. Og það nægir mér alveg. Og ég hveti bara til þess að vera á þessu stað, því þú getur ekkert vænst klapp á axlirnar fyrir svakalega góðan árangur. Kannski bíða menn allt og lengi eftir því og kannski verður það til þess að sumir gefast upp á göngunni, að þeir fengu aldrei neina hvatningu eða ekki hvatningu sem þeir voru að bíða eftir. Þeir vilja bara fá svakalegt að gera gott verk, strákur eða stelpa. Þú vel verið einhverju fáið þetta, en ég hef aldrei fengið þetta, en kannski hafa margir sagt þetta, en gett inn á að segja þetta ekki við mig og kannski er ég þakkláttur fyrir það, því sjálfur þér langar mér ekki til að heyra það, nenni ekki að hlusta á það. Bara að gera Guðs verkið og svo þakka ég bara Guði fyrir að geta nota mig ennþá. Og hann setti mig yfir þetta merkilega verkefni að líta á Biblíuna sem eitthvað fyrir sig sjálfan. Líta á Biblíuna sem þess vegna ég vil mælt trú mína út frá. Hef ég gert það, mælt trú mína út frá því sem að ég les í Biblíunni? Nei, ég er ekki mikið þar að meta mig við einhvern annan. Ég veit bara sjálfur hver ég er í Guði og það hefur nú hingað til alveg nægt mér og ég held að það sé bara ágætis viðmið. Því að hvað ætlar að miða við í öðrum sem að þér finnst þú ekki hafa sjálfur? Hvað ætlar að miða við? Því að þú ert ekki sama manneskja og viðkomandi. Þú eru alltaf að miða við bara þína getu og þinn eiginleika sem manneskja. Því að þú ert sérstaklega sköpuð manneskja alveg svo allir í kringu þig. En ert ekki eins og þeir. Þú ert aðeins öðruvísi að sumu leyti með öðruvísi hæfileika en margir af þeim og kannski einstaka hæfileika sem að ef Guð vill hefur líka fengið að nota. Og það er náttúrulega göfugt ef maður gefur drottni bara kraftana sína og hæfileika sína og hann fær að slípa þá til og gera þá alveg frábæra. Þannig vinnur hann.